is on fire, syngur Alicia Keys hér. Það hún sjóðandi heitt, klukkan orðin 4 á þessum miðvikudegi, það 9. október og já, Pétur Jón Sigfússon situr nú ekki beint á móti mér þennan miðvikudaginn, hann þurfti að fá frí í dag, en þið þurfið ekki örvænta því að það annar stuðkallsestur í hans sæti, hann heitir Þorkell Máni, oftast kendur við Exit, en núna komin á FM, ertu velkomin Máni? Já, þakka þér fyrir röðun. Þetta lítur að vera langur á draumur hér, það er komin hérna á FM 957. Já, ég veit ekki alveg með það sko, en ég ákvað að gera þetta fyrir vinn minn og koma hér og leysa þetta hlutverk á hólmi. Þú ert að fylla í stór spór. Já, það er bara út með eitt garbaðing og inn með hann. Reyndar, tveir garbaðingar. Þannig að þú veist, það verður ekkert mál að fylla. Ég ætla ekki að vera samt á Narbökssonum hérna eða eitthvað. Þú ert ekki að taka köttin. Já, taka köttin. Sko, það heldur ekki að fara að gerast þetta en... Ég held að til að heyra það reyna að taka köttin. Já, ég get það ekki sko. Ég get ekki gert neinn hljóð sko. Nei, ertu með eitthvað svona leyndan hæfileika? Eitthvað sem við vitum ekki? Ertu með eitthvað svona eins og kötturinn eða... Nei, ég hef engar svona plathæfileika sko. Nei, eitthvað svona... Ég hef ekki neitt svoleið sko. Ég er ekki með hæfileika í fótbolta í neinu sko. Varstu íþróttamaður í Kanada? Já, ég reyndi sko. Ég reyndi hérna, byrjaði í fótbolta og það var í 5. og 4. kannski svona 4. flokk aðeins út í að var að fara til útlanda sko. Já, en mér nú veit að eftir að þú ert að þjálfa, þannig að ég svona spái hvort þú var. Já, það hefur ekkert segja. Síðan sko hætti ég fótbolta alveg frá 4. flokk til síðasta árs í öðrum flokk. Þá var ég sem að reyna bara að hefja nýtt líf og betra líf. Ég var búinn að vera í einhverja villisöfn áður og bara að leiðu ég var búinn að gera gott móti því og var svona búinn að leyfa mér að vera með í aðliðinu sko, þá ákvað ég að hætta sko. Þá fannst ég bara að þetta toppurinn og til og ég er hættur í sko. Hvar varst að spila þegar þú varst í fótbolta sjálfur? Nú, þetta bara í Stjörnunni, ég var náttúrulega settur í bakvörð. Það er venjulega þannig í yngri flokkum að þú veist, lélegasti leikmaðurinn oft settur í bakvörð sko. Þannig þú varst slappuleikmaður? Já, ég var alveg hræðilegur leikmaður sko, en það er náttúrulega, það er vitnað í frægan fótboltaþjálfara sem sagði eitt sinn sko hérna þegar hann var verið að skamma þegar hann tók eitthvað AC Milan, ég man ekki hver þetta var að þá hérna var hann spurður því sko hvort hann hefði verið nógu góður leikmaður til að geta stýrt svona stóran klúbb og þá sagði hann ég hef aldrei á ævinni heyrt góðan ljónatemjara sem var ljón hann var ljónatemjari sko. Það er alveg eins með fótbolta sko. Já, en við ætlum að vera hér með ykkur til 6 í dag, kæru hlustendur og já, það veisla framöndan. Ég ætla að henda Mána í hressuinnkomuna hér og eftir. Það verður reynda gaman að heyra þið taka hressuinnkomuna Máni. Þú ert nú, þú ert nú alveg hressdrengur. Ég verð alveg bara strax stressaður við þetta sko. Já, þetta verður fyrir. Ég bara strax byrjar að fá sekund þegar ég kem inn og sé allt svona. Þetta er svona eins og fyrir gyðing að labba inn sko á landsfund nasista sko. Það er allt merkt hérna í FM 957 skettum, þú veist það er sjónvarp hérna, byrtist Frikki Fríkor, þú veist mynda á honum hérna. Hvað er alltaf með þessar myndir að sjálfum sér inn í öllu stúdíóum? Þetta er líka þetta fyrir utan. Já. Er það til að svona vita hver maður er? Minna á stöðina. Eru þið ekki með neitt svona? Eru þið ekki með sjónvarpinni og ykkur sem sýnir myndir af ykkur sjálfum? Nei, við erum ekki með það sko. Við erum heldur ekki með svona mikið af merkingu sko. Ég held að við séum með 1 X-merki. Þetta er bara svo fattir, þetta sé FM 957 kallið minn. Já, þetta er alveg deiljósa sko. Svona rulluðu bara. Það er enda lítur nú samt að vera gaman fyrir að vera í útvarpi og það er ekki skítafílaðin í klefanum höður. Já, það er svona öðruvísi, það er að vísu bara út af Skafta og Skafta sem koma eftir mér og Frosta sko. Þeir eru náttúrulega ekki úr Garðabænum og þeir eru ekki kannski ofta að baða sig á að koma í vinnuna sko. Við erum líka með sturlaða staðrindir hér á eftir. Ég ætla að spyrja Þorkell Mána ef hann mætti djamma með einhverjum 3 og það verður þorriðnilegt ef hann ætti nú að falla í 1 dag. Karaoke alltaf eins og á miðvikudum Máni. Nei, þetta er fucking glimt. Það er karaoke á miðvikudum og já, við opnum fyrir Símon eftir og ég hlakka til að heyra hvaða lag þið vilja að Máni taki. Það eru hlustendur sem stjórna því Máni minn. Svo fáum við 5 hluti sem við vissum ekki Mána ásamt fleiri svona föstum liðum. Þetta verður hrest og skemmtilegt hjá okkur og ég veit ekki með ykkur hlustendur en ég er gríðarlega spenntur að hafa Mána hérna á FM. Þú hefur aldrei stjórnað þætti á FM áður? Nei, aldrei á FM sko. Ég bara hef aldrei verið lengur í þessu stúdíu en svona kannski 10 mínútur sko. Já, og nú kom ég í viðtal hjá mér. Já, ég líka komið inn og heimsótt strákana eins og verið með einhverja stæla. Já, en þú veist hvernig ég rúla, ég kem oft svona inn, er með einhverja stæla og síðan fer ég bara. Farin, en þú heimtar að fá að stjórna fyrsta lagin í þættunum og ég varð þeirri bón. Hér kemur óskalag fyrir Þorkell Mána. Þetta er að sjálfsögðu Selina.
þetta besta lagið hennar Selena Gomez, Máni? Já, Hands up. Ég ætla alltaf að segja að þetta er besta lagið sem ég hef heyrt með henni. Það er alveg tveinu. Þetta er hennar nýjasta hér, Slow Down, og ef ég var alveg hreinskilinn þá fíla ég þetta. Mér finnst ekkert að því. Já, ég bara ætla að vera, þú sagði mér að vera jákvæður í dag, þannig að ég ætla bara að vera það. Og það er örgulega mikið, ég get ímyndað mér að þessi dansa þetta lag, sko. Já, þetta er svona eitthvað sem... Það er örgulega gaman að dansa við þetta út stelpa, sko. Nákvæmlega, ekki það líka, þú ert strákur. Já, þú veist, ég náttúrulega veit að það er kannski tíðkast hér að kallmenn dansi á FM 957, en það til dæmis er algjörlega út úr kortinu að kallmenn séu að dansa. Finnst þið það? Ég hefur einhvern veginn, nú hefur við farið á sömu skemmtstæðina, hefur einhvern veginn séð kallmann sem er geðið mikið að dansa einhver hreyfingum og það er töff. Það er kallmaður er aldrei að dansa og það er töff. Það er aldrei töff að kallmaður sé að dansa. Það er alltaf að dilla sér aðeins. Nei, þú veist, það er líka alveg bara kjánulegt. Hvernig dilla sér eitthvað, hreyfa sér svona eitthvað smá? Já, menn ef að kemur til dæmis Niggas in Paris, þá verði ég bara svona aðeins að dilla minn. Líka ef að kemur Only Girl in the World mér í hönnu. Já, þá er ég ekkert að tala þú ert ekkert að sveifla höndum og... Nei, ok, ég fatt á hvað þetta meina, þú veist, eitt og eitt gott kannski, þú veist, þessi lömund ekki kveiki mér, en svona gæjar sem virkilega eru á dansskóli. Allt kvöldi. Þú veist, ég hef oft langað til að fara bara inn með vídeokameru og taka upp gæja sem er að dansa, sko, ég þekki einn mann, kallmann sem dansar. Erum við að tala um sama mann? Ég gæti verið, sko, hann er promoter mikið, ég er mikið að promoter. Hann er bara... svo að sé stundum andsetin á dansskólanum? Já, hann er svo að sé andsetin, þú veist, er þetta með tattoo-erminni sína, allur eitthvað að hreyfa sig, sko, og maður er bara eitthvað, og hann gefur tíma og segir eitthvað, blessa maður, og maður er eitthvað, hvað er þú svona sveittur? Ég er að dansa maður, og maður bara, hvað ertu gamall? Nón með tattoo, mann, Lemon Boy. Jón Gunnar Gerdali, hann dansar og hann elskar og skammar sín ekkert. Já, nei, hann gerir það ekki. En það er ekki að skammast yfir það. Nei, það verður að virða við hann, hann kemur alveg út úr skápnum með þetta, sko. Hann bara dansar, en kallmenn er ekki að dansa, nema bara eitthvað til svona, eitthvað að reyna að klípi eitthvað kvennfólk, þú þarf að vera virkilega sorgleg og náungi til að vera gæinn á dansskólanum. Já, ok, en sko, nú eru kannski einhverja hlusta sem er að æfa dans, það er kannski annar mál líka. Það er annar mál, sko. Já, þú ert að tala um á djamminu. Já, ég á með þess að vinn sem er að æfa samkvæðsdans og er bara nokkuð góður og ég held náttúrulega lengi vel að hann... Nei, þessi heiti Jósúa. Ég held lengi vel að hann var sko ramsamkynniður. Það kom nú ljós að hann var það ekki, sko. Nei, bara að æfa dans. Hann var bara að æfa dans, sko. Þú veist, auðvitað finnst mér þetta skrítið áhugamál, svona eftir á, sko. Það verður að æfa samkvæðisdans. Ég vil óska þess að ég hef æft dans á sínum tíma. Já, það er bara... Ég myndi hvetja stráka til að æfa dans í dag. Ég held að mamma hafði sendt mig í dans þegar ég var svona 6-7 ára í dansskóla, hvað heitir hann, Heiðast Ásvalds eða eitthvað. Ég held ég að gráti allan tíman, sko. Það var bara, ég fór í sveit, sko. Það var ræðilegt. Ok, það er eins og komið að slúðri hér í FM 95 Blö og nú spyr ég Máni, fylgistu með slúðri? Nei, ég skil náttúrulega ekki hvað þið flokkið sem slúður, sko. Nei, eins og Hvar finnur þú til dæmis slúður? Ég fæ þetta senda á preppinu og svona. En fólk eitthvað sendir, heyrðu það verið að slúra þetta. Er þetta þá slúður eitthvað? Þessi gæi, þú veist, var í sleik við þessa stelpu á austur. Nei, þetta er erlend slúður, þetta er ekki íslensk, sko. Okay. Og ég ætla að byrja að segja frá, Justin Bieber. Já. Það er nýtt lag með hann núna sem heitir Heartbreaker og hann er búinn að viðurkenna í viðtali að Selena Gomez, sem við vorum með að spila hérna á hann, að hún hafi, brotið hjarta hans og hann var í gríðarlegri ástarsorg eftir að þau hættu saman. Dumpaði hún honum? Já, svo er víst. Hvað er þau jafngömmul? Eru þau bæði bara 15-16 ára? Já, 19 ára held ég. 19 ára? Já, ég held hún sé ára eldri. Okay. Og hann var víst alveg í rusli eftir sambandslítinn og sagðist að það átti erfitt með að anda, erfitt með að tala og borða og vildi bara ekki vera til. Já, þetta er svona mennlendi þessu ástarsorginni. Já, hún er óþægileg maður. Já, þetta er nú algjörlega ofmetið, sko. Þetta er ekki eitthvað sem bara köld sturta og getur ekki reddað, sko. En það er samt að, jú, það er nefnilega, það er alveg ótrúlegt stundum. Þá er ekkert endilega bara um ástarsorg þegar þið langar alveg ofboðslega að hætta líða einhvern veginn, en getur það ekki. Já, þegar einhvern dumpaðir, sko, og síðan kemur það að sýta eins niður og spjalla saman. Eitthvað kemur það samtalega. Það er röglega komið hjá... Eins og þurfum við að ræða eitthvað. Er þetta ekki bara búið? Er þetta ekki bara fínt? Hérna, svo er meira slúður Jimmy Kimmel og Kanye West. Þeir voru í miklu stríðu um daginn. Eða meira svona Kanye West í stríði við Jimmy Kimmel eftir að hann gerði grín á hann í þætti sínum. En nú hefur Kanye West hins vegar samþykkt að koma í spjall til Jimmy Kimmel og ætlar að hitta hann núna í kvöld og verður í þættunum hans í kvöld eftir að hafa rakkað niður í einhverjum 15 Twitter-fæslum og þá ætlar hann að ræða þetta allt saman. Ég held, sko, við erum nú rætt einu þættunum, Kanye West er tæpur. Aha. Já, hann er... Hvað gerir hann aftur?
Hann rappari þarna og hann víst ágætis rappari. Já, hann mjög flinkur. Hann ekki gæinn sem var þarna með henni þarna Ríönnu. Nei, hann með Kim Kardashian. Og allir hennar fjölskyldu. Já, það er viðbjóðst stöf. Hvað er til dæmis að fjölmiðlum á Íslandi verið að skrifa það, sko? Já, því að þættinir ekki eins og sýndur á Íslandi. Nei, þú veist, þetta er fáránlegt. Þú veist, bara, ef ég var í ritstjórn og einhverjum myndi posta fréttum, ég myndi bara, þú ert rekivinnur. Þetta er ekki vinnar. Það er öllum drullu sama. Ég held að Íslendingum sé slétt sama Kardashian fjölskylduna. En hún er gríðarlega vinsæl í Bandaríkjunum og mikið slúðrað hana og já, það er, sko, ég gæti verið með fullan pakka bara þá fjölskyldu. Já, ég veit að þú veist, eitt leikmaður Eli Clippers sinna, hann er með einn þeirra, sko. Já, ég veit það og, nei... Þau eru hætt saman núna. Já, því að ég var búinn að lesa það bara í Clippers-fréttum. Hann var bara að byrja að reykja krakk, sko. Já, þetta er bara alvöru maður. Já, einmitt, alvöru maður að reykja krakk, því líka. Já, þú veist, reykja krakk, sko, frekar hann að vera með í þessum Kim Kardashian þá. Já, ég held að það bara sýnir líka, sko, hversu langt þú sekkur þú ert komin inn í allt þetta röksmaður. En aldrei gert svona þáttur íslenska fjölskyldu. Hvaða fjölskylda? Það reyndar það við nú rætt að gera að Bó-fjölskyldan væri góð í þessu. Það hefði verið, sko. Þau hefur náttúrulega öll flutta heima og svo gömul, sko. Já. En það hefði verið til dæmis bara brjálað þáttur. Svala og Krummi og... Já. Þú veist, það hefði verið geðvett stöf, sko. Þetta er eitthvað annað hug? Nei, hvaða fjölskylda er eitthvað? Það er eitthvað svona. Ég held að sé bara hún sem hefði getað verið svona áspornus okkar Íslands. Já, það er ekki neitt núna. Er einhver svona músíkfjölskylda eitthvað þar? Nei, ekki svo ég veit. Nei. En þetta var slúðupakki dagsins, hann var ekki þéttur að þessu sinni, best afsökunar á því, það er bara lítið í fréttum. Það er einhver að senda mér þetta slúður á Facebook eitthvað fólk sem var í sleik á Austri og að lesa það bara Nei, sleppum því bara og förum í auglýsingar, svo er það hærið. Þú ert undirbúið fyrir Ressingumun, Máni. Ressingumun, hvernig er hún? Hún er bara hérna næst. Nei. FM 957 kynnir í samstarfi við Senu og geimstöðina Kringlunni. Íslandsmótið í FIFA 14. Mótið verður haldið á Spot í Kópavogi. Keppnisfyrirkomulag verður 2 og 2 og fara allar viðureignar fram á risaskjám. Riðlakeppnir fara fram mánudagskvöldin 14. og 21. október og úrslitakeppnin viku síðar þann 28. október. Tryggðu þér strax þátttökurétt á Íslandsmótið í FIFA 14 á miði.is. Skráningu lýkur á miðnætti sunnudaginn 13. október. Þátttökugjaldið er 5.000 krónur á lið og peningaverðlaun fyrir 3 efstu sætin ásamt fullt af frábærum aukavinningum. Það er Sena og geimstöðin í Kringlunni sem færa þér Íslandsmótið í FIFA 14 á Spot. FM 957. Áheyrnarprufónum fyrir Íslands gott talent lýkur í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti á laugardag og sunnudag. Við leitum að fólki á öllum aldri, einstaklingum, pörum og hópum sem hafa einstaka hæfileika til að syngja, dansa, sína töfrabröð eða annað sem heilla þjóðina. Siguratriði hlýtur 10 milljónir króna í verðlaun. Nánar upplýsingar og skráning inn á stöð2.is/talent. Mystery og Sena kynna Málmhaus. Ný íslensk kvikmynd eftir Ragnar Bragason með Þorbjörgu Helgu Þorgilsdóttur, Ingvari E. Sigurðssyni og Halldóru Geirharðsdóttur í aðalhlutverkum. Frumsýnd land allt 11. október. Taktu þátt í Coke Zero leik 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta er einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hvers skipti fer nafnið þitt í pottinn. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Goes for goal! Sena og geimstöðin kynna. Íslandsmótið í FIFA 14 hefst 14. október. Frábæri vinningar í boði. iPhone 5C frá eSímanum og peningaverðlaun. Skráning á miði.is. Vetrarvika TRI. Nagladekkin og ljósin eru komin á reiðhjólið. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. FM. Það geta að setja myndir af sjálfur sér á Instagram. Ég er að followa hana þar og ég held bara náttúrulega alla myndir hann séu af henni að reykja eða drekka kampa en í einhverjum engaþótum eða eitthvað.
Já, fólk sem setur mikið að myndum á sjálfum sér á Instagram, það með lélega sjálfsmynd. Já, sko, hún setur líka ekkert einhverja eina á svona tveggjaðagnafresti. Það er bara svona 6 í 1 á dag. Hún í enga þóttu. Hver var þetta? Þetta var Rihanna. Já, einmitt. Með lagið... Þetta er ekki lagið þarna sem hún er að mella sig alla eitthvað. Ertu búin að sjá það? Ég er búin að sjá það. Ertu að tala um þetta? Nýja vídeo. Pour it up, já. Þetta er ómikið, sko. Fyrir hvernig er þetta vídeo, vel? Er ekki bara einhverja stelpur sem kaupa plötu með? Það eru marga milljónir búin að horfa á þetta, sko. Já, þú veist, auðvitað. Þú ert búin að horfa á þetta. Það vekur athygli. Já, þú veist, ég er ekki búin að horfa á þetta nema bara út í að vinnufélag mín er alltaf að horfa á þetta. Ég er ekki að horfa á svona stöf, sko. Einmitt. Þú ert víst búin að horfa á þetta vídeo, ég veit það. Hérna, já, ég get lofaði því að Frosti Loðarsson, vinnuðinn, hann er búin að horfa á þetta því ég heyri það reglulega í tölvunars. Já, hann er búin að vera átáðandi lengi, sko. Já, þetta er endar fyrir utan vídeo, það er líka flott lag. Aldrei að við erum með spiluna hér og eftir. En það er komið að hressu innkominni hér í FM 95 Blöð. Þetta er eitthvað sem allir mínir gestastjórnendur hafa tekið. Og það sem þú átt basically að gera núna, Máni, og þetta er mjög krefjandi fyrir þig því að ég skal gefa þér það, þú ert nú einn af mínum uppáhalds útvarpsmönnum, en þú ert mjög rólegur svona útvarpsmaður. Þú talar bara á þínu tón og ert ekkert að drífa þig, en nú þarf þetta að gera akkurat öfugt. Þú ert að vera geðveitt hress. Nú verður við geðveitt hress. Já, bara þetta er FM innkoma á styrum eins og ég kallaði þetta. Þannig að þú ert bara mjög hress og það sem er erfiðast við þetta er að þetta er í mínútu. Og nú spyr ég, ert þú tilbúin? Því að mínútan, hún verður lengi að líða fyrir þig, sko. Ertu klár í hressu innkomuna? Ég veit ekki, ég fann að fá svo mikið second thoughts. Er vonlaust að Pétur komist eitthvað einna seinni partinu? Hann er off. Þannig að, já, svo er náttúrulega karaoke og svona hjá okkur eftir, en það er, já, svo þú kynnir Eminem, No Love. No Love, já. Ok. Þá ertu tilbúin, Manni? 1, 2 og byrja. Já, þeir eru að hlusta á FM 957, það er rosalega mikið stuð hérna úti og það er líka gott veður úti. Það er sól og það var snjór í gær, en nú er sól og nú er líka miðvikudagur og þá er næstuð góðan helgi því þá er bara, já, 5. og 1. ár og síðan er góðan helgi og þá er allir að fara að fá sér. Annars er ég með sólinn í augunum og lífið er undislegt og Eminem er til dæmis rosa restnáðungi, sko. Hann er mest seldi rapparinn í öllum heiminum. En hann er samt hvítur. Það er, ég veit ekki hversu hrest það er og segir ýmislegt hvítamanninn, en já og... Þú 20 sekundur eftir löðu. Og ég er rosalega hress við Heiðar Austmann er úr Kópavoginum og Rikki G. Hann er alltaf í ræktinni og ég veit ekki, ég er rosalega hress líka. Hér á FM, fullu bíla tónlist, Eminem og Love Lies. No Love, þetta veistu það, Máni. Ég verð að gefa það svona 5 fyrir þetta. Var þetta bara með að lélegast? Þetta er einhver lélegast að bara hressa einhver. Þetta var samtalið óunur rest á minn mælikvara. Já, þú varst alveg hress, en það bara vantaði allan orðaforðan með þér. Ég get... Triple beam, I'm sticking to the script, you skipping scenes. Hér með lagið No Love. Það hlusta á FM 95 Blöð. Það eru Auðun Blöndal og Þorkell Máni sem er það með ykkur til 6 í dag. Og já, hann situr með beint á móti mér hér, Máni, og það er komið að því að spyrja hann ef að þú mættir djamma með hvaða þrem sem er í heiminum, Máni. Þetta er spurning sem að aðri gestastjórnendur hafa líka fengið. Þú ert nú reyndar hættur að drekka og djamma sjálfur. Já, ég er hættur því, sko. En segjum að það kom út í algjör drugslegar og sinn tíma það. Já, þú veist, annars, hver er hætta, þú veist, á hann að vera tvítur? Það er sumir sem hætta bara og hafi ekki áhuga á þessu. Já, það er betra svar. Ég bara hafi ekki áhuga á þessu og hætti bara þess vegna. Það er málið. Þangur hættu, ég veist að ég bara hafi ekki áhuga á þessu. Þetta var alveg, ég hef aldrei hitt gámaðan drukkinn mann, sko. Ég hef aldrei hitt neitt sem er eitthvað gáðar að drekka, sko. Nei. Og ég var alveg langt frá því að vera mjög gáðar þegar ég var að drekka eða gera nokkuð annað, sko. En varstu reiður, eða? Nei, ég var það ekki, ég hef aldrei getað lamið neitt, sko. Nei, þú varst ekki... En ég get samt orðið reiður, sko. Já. En það er meira svona bara... En þú veist eins og sumir sem pyrraður kall, sko. Já, sumir sem er að drekka, þeir verða svona glaðari og eitthvað svona, en sumir verða bara svona fúlir og reiðir. Já, nei, ég held að ég hef almennt verið bara frekar leiðilegur í klassi, sko. Já, ok. Þannig að þú veist, já, ég held að það hef ekki verið mitt stöff einhvern veginn. Nei, það vorum ekki að sleppa því bara. Já, það var að sleppa því og það er bara mjög ánægilegt að vera búin að sleppa því. Þó það var alveg, ég get alveg rifið upp einhver nokkuð góð fyllir í samt, sko. Já, menn segjum að þú ættir nú að, já,
falla í einn dag. Já. Það var orðið þannig. Kannski aðstæðanlegt að segja. Og mættir velja 3 með þér, þannig að örlega ríka dag. Þetta væri bara Já, ég valdi náttúrulega bara Íslendinga, sko. Nei, alveg. Átti ég að velja einhverju útlendinga. Það mátti vera hver sem í heiminum. Hann var bara að vera lifandi. Ok, það náttúrulega orðið þá erfiðara, sko. Hann þarf að vera lifandi líka, sko. Það maður hugsa maður alveg, hver er eitthvað í útlöndu sem var gaman að detta í það með? Þú getur þú nefnt einn? Já, persónlega, þú náttúrulega myndir rakka mig niður fyrir mín svör, sko. Já, hvað þú þá með þau? Ég myndi ekkert hatta til dæmis Will Ferrell. Já, detti ég með honum, já. Já, ég held að það verið mjög gaman. Jim Carrey, Wayne Rooney, Eric Cantona, Beckham, þetta Beckham á djamminu. Á djamminu? Já. Nei, fótboltagæðir almennt ekkert voru hressir á djamminu, sko. Nei. Þeir eru ótt svona eitthvað bara standa og vera svalið, sko. Þeir eru bara ég er hérna, var ég búin að segja þér að ég er í fótbolta. Veistu hvað er þetta að gera? Ég er í Pepsi-deildinni, ég er búin að koma inn á 5 sinnum í sumar. Þú veist maður bara, já mitt, fucking cool maður. Búin að skora 3. Já, herðu. Ok, hverju voru á listanum? Ég valdi, þú veist, ég valdi 3, ég valdi náttúrulega bara Íslendinga, þú veist, þetta verður að vera eitthvað líklegt sem ég get dott í það með mögulega, sko. Já, en þetta átti samt að vera svona bara alternative view. En ég er bara, þú veist, ég er ekki alveg bara inn í þessu, sko. Ég veit ekki hver er skemmtilegur leikari sem ég geti verið að detta í það með, sko. Men hver er uppáhaldsleikari, hvaða tónlistamann fílar? Er enginn þannig? Þú og David Bowie á fyllir í London? Já, David Bowie væri svona fínt að detta í það með, sko. En í alveg uppáhaldsljónstinn minn í heiminum er íslensk, sko. Þannig að, sko, ég veit það ekki. Hvað hljómsveit það? Það er Sigur Rós, sko. Ok. Þannig að, þú veist... Ég veit nú ekki að djama með þeim. Nei, ég hef bara, ég held ekki, sko. Og séu þeir með bara fiðlu? Já, það er nú samt ekki þannig. Þeir hafa nú alveg haft gaman að djama, sko. Þú veist átt að þeir djama alvöru, sko. Já, kannski. Herðu, en ég gerði lista bara yfir svona 3 aðeila sem ég held að væri geðveitt gaman að detta í það með, sko. Okay. Og það, þú veist, ég hef dott í það með einum þeirra. Og það er náttúrulega minn áskæri bróður Frosti Lóðarsson, sko. Já, hafið þið djama saman? Já, við höfum djama, já, við vorum oft fullir með honum eða mér, sko. Hvenær kynnist honum? Það er bara, þú veist, hvað er við? 15, 16 kannski. Já, þeir eru búin að þekkja svona rosalega. Já, þannig að það verður gaman að taka eitt svona gott jam með honum jafnvel í hliðarbyðinni áspúðinni, sko. Já, við höfum ekki getað jammað saman í 17 ár, sko. Nei. Og það væri ég væri til að sjá hvort við myndum ræða eitthvað öðruvísu hluti. Heldur en þið ræðið dagstæðilega? Já, þetta gæti verið þannig, sko. Þetta gæti verið fucking gott partí. Það væri ekki verra ef allir félagarnir okkar Garðabæ væri þarna líka, sko. Ok. Síðan myndi ég vilja detti það með Bubba Mortens. Já, það er þetta gott. Það var spárið að við höfum aldrei séð Bubbi er mjög náungi, sko. Það er bara, ef hann kemur inn í vinnuna, hann er svo hress og hann bara á allan pleysið, sko. Voru ég búin að heyra þetta strákar? Já, þú veist bara, þú veist búin að sjá þess að ég skrifa á Facebook, það er alltaf gerast hjá Bubba, alltaf. Hann er öruðast í náungi sem ég kynst á aðeins, algjör eðal maður og ég held að Bubbi leina á sér, það var ekki allir skilið Bubban, sko. En ég held að það var rosalega gaman að detti það með Bubba, sko. Já, þú ert búin að velja 2, menn þeir eru báðið þurrkar. Já, þú veist eitthvað saman og dett í það og fá sig eitthvað, þú veist, Bubbi var náttúrulega mikið í svörtum Afgan, skils mér, sko. Já. Og hvernig Bubbi væri til mis freðin, þú veist, hugsa okkur bara Bubbi á spýtti að kókain, sko. Það er því nú eitthvað rosa. Hann væri bara, þú væri bara eitthvað fullur með honum, hann væri bara alltaf að hlaupa upp honum yfir stígan, sko. Þú veit, bara í boxi. Getum við talað saman á með leiðinu upp stígan, sko. Og hver er þriðið? Þriðji aðilinn er náttúrulega kvenkis, við erum að halda hérna regluna. Það er Jóhanna Sigurðardóttir. Ég held að væri geðveikt gaman að detta í það með Jón. Ég held að Jóhanna sé náttúrulega mjög hress. Hún sé með svona bara pólitískan front, sko. Já. Og ég hef heyrt það, sko. Mér hefur sagt það að Jóhanna sé mjög skemmtileg í klassi. Hún sé húmoristi? Hún sé húmoristi og skemmtileg í klassi. Ég held að hún geti verið alveg, sko. Ég til dæmis, ofta ég var bara spáðið að hádegismannum í dag, sko. Þú veist, það hvort til dæmis er ekki bara svona góðgerðan og safna fyrir spítalunum og eitthvað svona. En ef menn myndi segja kannski bara eitthvað kvotagæðin, herru, ég til að borga 100 milljónir fyrir það að Davíð Oddsson og Jóhanna Sigurðardóttir detti það saman og Logi Bergmann takk í viðtal við 100 milljónir, það var hægt að kaupa inn í Landsbítalans, þú veist, það myndi allir horfa á þetta. En hvaða stað myndir þú fara með Jóhann á ef hún myndi segja þér að stjórna djáminu? B5, er það ekki alveg gefið máli? Þú kemur allir býtum, hvað er þetta, Máni og Jóhanna Sigurðardóttir þar í hotinu? Þetta var fýll listi hér, allt Íslendingar. Mér dettur engin útlendingur ennþá í hug, ég er samt búin að hugsa, einhver góðu leikari, hver er? Ég myndi vilja detti það með Tom Cruise. Tom Cruise, já. Já, tala vísindakirkjuna og
sjá hvort hann sé, þú veist, Hvort hann sé ruglaður bara. hvort hann sé bara á einhverju, sko. Það var reynda skemmtilegt partí að, vera að djama með Mána, Frosta, Bubba Mortens og Jónu Sigurðardóttur. Við ætlum að fara hér í auglýsingar, svo er það Sturlaðar staðreyndir. Vilt þú fara á landsleik Noregs og Íslands í undankeppni HM í boði Betsson? Eina sem þú ert að gera er að fara inn á Facebook síðu Betsson Ísland og læka síðuna. Þá ertu komin í pottinn og getur henni pakkaföð til Óslóar í boði Betsson. Vetrarvika TRI 20% afsláttur af Nike, Brooks, Kraft og Suit. Austur kynnir í samstarfi við Carlsberg Léttir. Skemmtilegustu 50-kvöldin okkar eru með veðurguðunum Ingo og Einari. Ískaldur Carlsberg á tilboði og stemming sem þú upplifir hvergi annars staðar. Sjáumst á 50-daginn á Austur. Bátur mánaðarins á Subway skinkubátur og kostar aðeins 450 krónur. Subway, eins og þú vilt hafa. Oktoberfest í skemmtigarðinum Smáralind, föstudagskvöld. Lasertagmót, sexy liði, skemmtigarðurinn, Smáralind og Pepsi. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. Þið eru að hlusta á Auða og Mána, þennan miðvikudaginn. Það er FM 95 Blö og helmingurinn af Harmageddon til 6 í dag og það er komið að föstum lið hér í þessum þætti sem heitir Sturlaðar staðreyndir. Ertu tilbúin í það, Máni? Já, ég er tilbúin í þetta. Er þetta eitthvað sem ég þarf að vera undirbúin undir það? Nei, við svona, við kostum svona mill okkar og ræðum hverja staðreind fyrir sig. Já. Ef það er eitthvað skemmtilegt að ræða. Vonandi eru hlustendur tilbúinir, ég held það. Allir vanir sturluðum staðreindum. Þannig að hér byrjum við. 85% af öllum vináttum endist ekki allt þitt líf, en það mótaði sem mannesku. Sturlu staðreind. 85% af öllum vináttum endast ekki? Nei. Það eru, og sko, það var líka einhvern veginn sturlu staðreind daginn, ef einhver er búin að vera vinuðinn í 7 ár eða meira, að þá verði líklegast vinir að eilífu. Já, ok. Þegar flest vinasambönd endast í 5 til 7 ár. Já, það er svolítið til í því. Já, það er örgulega eitthvað til í því, sko. Já. En maður talar ekkert við alla sem að maður var góður vinnur fyrir 7 árum síðan, eða 10 árum. Nei, ég er að hugsa um einhvern veginn, fullt af lið sem ég er ekki að tala við, sko. Nei, nákvæmlega. Fullt af leðilegu fólki líka sem ég hætti það er örgulega að hlusta á hana þátt hérna. Nei. Það er svona besta leiðin til að aðtúa þetta er mjög steikt. Besta leiðin til að aðtúa hvort þeir sé að dreyma er að kíkja 2 á klukkuna í draumnum og ef að þeir dreymir segir hún allt annað í seinna skiptið. Það sem ég var að lesa þetta í Sturluðum staðreyndum, ég fór svona að hugsa, ég hef aldrei verið í draum og actually verið að hugsa hvort ég sé að dreyma ekki. Nei, ég man ekki að eldur þetta í, sko. Nei, þannig að ég man eftir aðstöðum að ég hef verið að hugsa, ég vona að ég sé að dreyma, sko. Já, ég hef líka lent í aðstöðum að ég hef verið svo ótrúlega fegin að mig hafi verið að dreyma. Bara, hjúkjett. En ég hef aldrei dreymt þannig að ég bara svona, shit, ef mér að dreyma, best að kíkja á klukkuna, best að kíkja á hann aftur. Það er aldrei það eðlilegt hjá mér. Nei. En ef þið verið að dreyma einhvern veginn manni og draumurinn hefur svo góður að þú reynt að sofna aftur. Já, ofta mörgur sem, sko. Það þekkja það allir. Þú veist, ég líka, þú veist, tek ég alltaf sko snúsið, sko. Mér finnst það mikilvægt. Ég mæti aldrei nema svona kannski 1 mínútu í 7 í vinnuna. Og það er út af því að það er mjög mikilvægt, sko. Þá eru sko stiktustu draumarnir, sko. Já, sístu þú fær þarna 10 mínútna blund. Já, þá kemur alveg bara, þú veist, rugglað bull í hausinu á þér. Líka þú ert að leggja á daginn, þá kemur algjör stik. Já, ég elska að leggja mig á daginn, sko. Ég væri að leggja mig núna, sko, að ég ekki lofa þér að koma hérna, sko. Já, ok, leiðu þið bara. Ég var að leggja mig í sófanum á hann, sko, það var rosa. Það þarf að vera betri sófi hérna í vinnunni, sko. Já, fyrir ykkur morgunhannana. Já, getur þú ekki talað við, þú veist, þetta liðarn uppi, það er líka miklu betur við þig heldur en okkur, sko. Getur þú kannski reynt eitthvað að miðla málum það? Já, ég skal reyna að fá rúm hérna niður, bara eins og Georg Bjarnfreðarsson hérna í næturvaktinni. Svo það eru meiri líkur á að belja drepið þig en hákall. Já. Já, beljur hafa drepið fleiri. Já, hákalla líka, ég var að horfa á myndum hákalla og þetta er nú mjög fræðandi út í að það þarf ofta að vera með fræðandi stöffina á FNU. Þá voru þeir að tala um það, sko, og maður sem er búin að rannsaka mikið hákallana, að þegar þeir eru svona klefsaði fólk, sko, þeir hafa raun og engan áhuga að borða fólk, sko, þá eru þeir oft svona bara einhvern veginn að kynna sig, sko, tjekka á hvernig þú ert og svona, sko. Það er líka mjög töff með hákalla, þeir verða aldrei veikir. Nei, verða aldrei veikir. Nei, ónæmir fyrir veikindum. Það er cool. Já, það er nefnilega hákallar. Hákallar er svolítið cool, sko. Já, það er cool dýr. Svo er það næsta. Brúðurinn stendur vinstra megin við brúðgumann í kirkjunni
Veistu af hverju það er? Nei. Þetta er náttúrulega tengt í gamla daga, það er svo að sverðhöndin hans sé laus. Já, ef hann þarf að höggva af henni hausinn eða? Nei, ekki það henni, en ef það bara kemur einhver óboðinn þarna í kirkjuna, þá er hægri laus til að taka upp sverði. Já, ok. Samt ekki með sverð að giftast í dag. Þetta eru vísindi, sko. Þetta er magnað, þetta er nú ekki vísindi, þetta er magnað, þetta vissi ég ekki fyrir, sko. Hérna kemur FM 9 blöð og lærir. Þetta er líklega mest í fróðleiksmóli bara sem hefur verið á FM, sko. Þetta er styrlast, það er undir alltaf góðar, sko. Svo er það hér, það tekur 6 mánuði að gera 1 Rolls Royce en 13 klukkutíma að gera 1 Toyota. Já, þetta er magnað. En það er 50 ára ábyrgð á Rolls Royce, það er ekki alveg kannski á Toyotanni. 5 ára á Toyotanu örgulega. Já, Toyotan bilar aldrei, Rolls Royce er örgulega alltaf eitthvað bilar. Nei, hann bilar aldrei. Þess að hann er 50 ára ábyrgð, já, hann er handgerður með hann. Hitt er bara gert í resmiðu, skilur. Það er ekki betra að sé handgerður. Auðvitað er það betra. Ég veit ekki. Bara miklu vandaðara. Er Rolls Royce til á Íslandi eitthvað starf? Nei, það? Nei, ég hef aldrei séð Rolls Royce á Íslandi. Ég sé nokkur á Toyota. Haldið að það kom ekki eins og í góðar en Rolls Royce. Þú veit að það er lélegt, maður. Hvað væri draumabíllinn þinn? Draumbíllinn minn er alltaf Alfa Romeo, sko. Ég átti eins og Alfa Romeo. Ég er bara algjör sökka fyrir þeim. Það er engin Alfa Romeo heiminum eins, vissur það? Nei, það veist ég reyndar ekki. Nei, og þetta eru magnaðir bílar, svo gaman að keyra þetta og allt. Þetta er einhvern veginn alltaf draumbíllinn minn. Ég er náttúrulega ekki svona mikil bílakall, sko. Nei, ég er reyndar lítill bílakall sjálfs. Og hefur líka ekkert kannt að skipta dekk. Nei, ég kann það til dæmis ekki. Ég hefði bara grenja, held ég. Já, pabbi minn sér oft svoleiðis hluti fyrir mér, sko. Þannig ef þú ert að keyra eitthvað og springur hjá þér, ferðu þú út í kant og ringir í pappa þinn? Já, ég hef satt alveg skipt dekk, sko, en oft ringi ég í pappa, sko. Já, ég er viðurkennað líka, ég myndi örugglega ringja hvert, en svo er það næsta. Ef karlmenn fá óvæntan og óvelkominn bóner, það nú allir lent í því einhvern mann, þá er hægt að losa sig við hann með því að kreppa einhvern vöðva í mínútu. Ég kemur örugglega til með að nota þetta einhvern veginn. Þú myndir kreppa bara einhvern vöðva? Já, þú myndir bara taka hérna bícepinni eða bara lærvöðan eitthvað og bara kreppa vöðva í 1 mínútu, þá fer óvelkominn bónus. Já, þetta er magnað. Hefurðu? Ég hef ekki lent mikið í þessu, sko. Ég er náttúrulega með mikið sjálfsaga, sko. Þú ert ekki að, hann er ekkert eitthvað að kíkja ef þú vilt það ekki? Nei, ekki mikið, sko. Það er helst að maður vaknið þarna með hlandpínun á mótnana, sko. Þú ert kannski ekki alveg að nenna því, þú ert eitthvað að reyna að pissa í klóstið meðan beinstíman og það er mjög óþægilegt. Já, þetta er eitthvað að reyna að vera að beygja þig og eitthvað. Það getur verið óþægilegt, sko, en annars er hann bara frekar rólegur, sko. Já, en hann líka óvinni rólegur stundum þegar hann á að vera í stöðu hjá þér, eða ekki? Jú, ég lendi líka svolítið í því, sko. Já, það lenda allir í því. En svo er það hér, bjór styrkir bein og tennur. Það er sílikon í honum, þannig að hann er hollur fyrir þig, bjórinn. Já, er það málið það? Já, sem sagt að ég segi nú kannski ekki hollur fyrir þig, en hollur fyrir tennurnar og beinin. Já. Svo er það hér, næsta. Það er til bær sem heitir Cat Island í Bandaríkjunum og þar búa 4 sinnum fleiri kettir heldur en fólk. Já. Það er mögnustaðurinn. Það er magnað. Það vissir að til svona snáka í Kína líka, sko. Er það málið? Það sé búa bara einhverju 500.000 snákar. Íbarast. Og bara, þú veist, einhverju 100 manneskjur. Ég spáði líka eins og á Cat Island, þetta er að flytja einhvern smábæ, þar sem eru fleiri kettir en fólk. Ég hugsa, ég einhvern veginn tengi bara viðbjóðslíkt. Já, þetta er creepy, sko. Já, ég hugsa bara kattalandslíkt yfir öllu og... Ég myndi samt frekar, nei, ég er með ónæmi fyrir öllum dýrum, mann. Okay. Ég var samtilega til í smá frekar að búa þar heldur en á þessari snáka ef hana. Já, ég tæki Cat Island fram í það, ég veit ekki hana, ég skýt 30 snáka. Og það eru 2 eftir, að þú lifir aðeins einu sinni er rugl, eins og Kalli Bjarni söng á sínum tíma. Þú lifir á hverjum degi, en þú dyrð aðeins einu sinni. Já, þetta er heimspekilegt. Já, þannig að þetta er heimspekilegt hér á FM 957. Þannig að YOLO er kjaftaði. YOLO er algjört kjaftaði, sko. Það er bara þetta, Jésús, ef við að tala um þetta YOLO, hvað sjá hallarslegt það er, sko. Það er bara, það drepum. Það setja bara hérna hashtag YOLO. Já, þú veist, YOLO og meistaramánur. Þetta eru 2 atriði. Þú ert ekki að taka meistaramánuðinn? Já, jú, ég setti mig það markmið, sko. Ég hef aldrei, sko, náðu að reykja heilan pakka á dag, sko. Og ég hef alltaf verið bara í ykkur svona 14-15, sko. En núna er ég búinn að vera núna í meistaramánuði, núna að reyna að ná 20, sko, en þetta er búið að vera erfitt, sko, ég er búinn að vera að reykja bara eitthvað 4 sígarettur upp í rúmi, sko. Og láta það líða illa til að ná þessu. Já, þú veist, þannig að þetta reynir á, en það er meistaramánuður, maður verður að vera með. Þið finnst það hallarastlegur, manni? Nei, mér finnst það ekki. Ég heyri það á þér. Já, ég veit bara fólk sé að gera þetta alltaf, sko. Já, það er enda svolítið til í. Meistara bara meistara á. Ég er að segja allt þetta fólk sem á eftir að vera að taka þátt í meistaramánuði, sko. Það á eftir að feila, sko.
Þetta er eins og Simmi Will, hann er rosalegur svona mistaramánuðagaur, góður vinnurinn og hann var daginn og ég held að séu svona ætla að séu ekki svona hálft ár síðan, þá var hann á einhverjum kúr, þar sem það var engin sykur, bara ekkert tóbak, ekkert kaffi og ekkert hann er náttúrulega tóbaksfíkill, kaffifíkill og er brauðfíkill og eitthvað svona og hann sleppti öllu í einhvern mánuð held ég, eða 3 vikur og það bara engin sykur, ekkert hveiti, bara ekkert, engin aukaefni, léttist eitthvað voðal og ég var alltaf að segja við hann, þetta var alltaf eftir að koma svona tífalt tilbaka, það er miklu betra að gera þetta bara svona í réttum skömmtum, það er líka að gera þess, hann henti á svona einhverju 13 kílóum á mánuðum. Já, þetta er einmitt algjör miskilningur, allir svona kúrar og allt svona kjaftaði, þetta virkar ekki neitt Ég er búinn að prófa þetta ég var einu svona 120 kíló eða eitthvað Já, ég sá myndaðir í fréttablaðinu daginn, það voru einhvers að harmaketna og setti það gamla myndaðir. Já, ég er bara gaman að því, Það var bara eins og það voru búið að taka dekk og blásað upp. Já, en það, þú veist, það er þegar maður ennir aldrei að fara í myndatökur líka, þá finnst mönnum þetta að fyndið. Setja gamla myndir. Svo er það síðasta sturlaða staðarinn dagsins. 90% fólks er illa við 8 tölur á einhverjum stað. Til dæmis þurfa þeir að lækka í sjónvarpinu og þá þarf að vera 12 en ekki 11 og fleiri stöðum. 90%? Já, minnst það svolítið hátala. En svo fór ég að hugsa, ég er pínu sammálaðs. Því að segjum ef ég fer í ræktina og er í bekkpressu, þá myndi ég aldrei taka 9 eða 11 sett. Ég myndi annarkvort hætti 10 eða 12. Já. Þannig að ég hluta þessum 90%. En vissuðu einn sturlu starrið, ég veit ekki hvað þú er búin að fara með þeim. Hún var vinsæl alltaf og við hefum nú nefnt hana stundum, oft helgar á X-inu Hvað með hana? Að það er þú veist, hún er kannski ekki fyrir alla, ég held að menn hugsa þetta eins. Nei, það má ekki segja þetta. Gott með þetta. Þú veist að þegar menn er að fara niður á kvenfólk, veist það, sem gerist það. Fjölskylduþáttur. Þá eru 98% líkur að þeir fá eitthvað saur upp. Fyrst fyrir þetta. Herðu! That kills me, makes me feel the thing that drowns me, makes me want the thing that kills me, makes me feel. Ísland gott talent líkur í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti á laugardag og sunnudag. Við leitum að fólki á öllum aldri, einstaklingum, pörum og hópum sem hafa einstaka hæfileika til að syngja, dansa, sína töfrabröð eða annað sem heilla þjóðina. Siguratriði hlýtur 10 milljónir króna í velum. Nánar upplýsingar og skráning inn á stöð2.is/talent. Goes for goal! Sena og geimstöðin kynna. Íslandsmótið í FIFA 14 hefst 14. október. Frábæri vinningar í boði. iPhone 5C frá Easy-mannum og peningavellun. Skráning á miði.is. Austur kynnir í samstarfi við Carlsberg Léttir. Skemmtilegustum 50-kvöldin okkar með veðurguðunum Ingo og Einari. Ískaldur Carlsberg á tilboði og stemming sem þú upplifir hvergi annars staðar. Sjáumst á 50-daginn á Austur. Happy Hour, milli klukkan 16 og 19 í dag. Fridays Smáralind. Oktoberfest í skemmtigarðinum Smáralind föstudagskvöld. Lasertagmót, sexy liði, skemmtigarðurinn, Smáralind og Pepsi. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Þeir eru að hlusta á FM 95 Blö, Auðun Blöndal og Þorkell Máni af X-inu hér til 6 í dag og við ætlum að kynnast Mána aðeins betur því að það er komið að 5 hlutir sem við vissum ekki Mána. Þú búin að finna einhverja 5 hlutir, ekki? Já, ég veit náttúrulega bara ekki hvað ég á að vera persónulegur eða heiðalegur með. Bara, við erum mjög fólk veit náttúrulega ekki raskat mig Nei, ertu lokuð típa? Nei, ég er gríðalveg opinn típa. Já. En ég fer samt ekki í viðtöl sem fjalla bara eitthvað skít, Nei, ég skilji. Nei, þú veist, ég nenni því ekki, Nei. Ég er ekki að taka viðtölu fólk og spyrja þau einhverja heimilistörfin og hvað er uppáhaldsmatur þeirra, Nei, það kemur aldrei neitt komið í viðtal til mín í útvarp og ég hef sagt eitthvað, og hvað er uppáhaldsmatur þinn? Það er svona ég ekki að fara í viðtölu sem hefur að spyrja uppáhaldsmatur. Ég tek það í hraðaspurningum. Já, ég tek þær spurningar. Já, þess vegna til mér þarf þú kannski að fara í viðtali í einhverju tímariti að blaði og svara hvað er uppáhaldsmatur þinn. Nei, því að ég segi allt sem ég þarf að segja hér í þessum þætti. Og opna mig held ég mér þess að stundum of mikið. En 5 hlutir sem við vissum ekki Þorkell Mána. Hvað erum við að tala um?
Svo karaoke eftir, lagar ekki til. Nei, ég ætla að vera með þetta. Þetta eru 50 atriði sem ég er með hérna. Ok, það er bara atriði. Já. Ég hef hort á alla Friends-seríuna oftar en einu sinni. Ok, þarna, ég fíla nú erum en opna sig. Ertu sem sagt Friends-fíkill? Nei, ekki lengur, sko, en ég horfði á þetta allt saman. Já, þú ert búin að horfa á þetta allt oftar en einu sinni, þá ertu víst alveg ekki fíkill. Já, ég horfði á þetta allt, sko. Og getur þú vitnað í þetta? Já, næstu í stundum, sko. Ekki samt eins mikið á Simpson, sko. Ég er meiri Simpson-fan, sko. Ok. En Friends er svona frekar svona FM að eitthvað, þú veist. Við erum ekki til dæmis að segja það frá X-inu, sko. Við til dæmis segjum það til dæmis að við horfum á Neighbors, til dæmis. Þú veist, það var allir hort á Neighbors. Ég þoli ekki fólk sem segir að Neighbors ég léluð þáttur, sko. En eins og ég myndi segja núna, it tastes like feet. Myndirðu þá vita hver sagði þetta og af hverju? Nei. Jó, ekki. Tastes like feet. It tastes like feet. Nei, ég kenna það ekki. Það var Ross sem sagði það. Var hann til hvað? Að Rachel var búin að elda hann eitthvað svona þryggjarétta búðing. Já. Sem var ógeðslegur. Ég man eftir honum, sko, því hún setti hann að flakka á milli blaðsina. Já, það er hárrétt. Og síðan borðaði Joey allt saman og líka það sem hann er í svefnlefning. Good, eitthvað good. Já, einmitt, og það er rétt hjá. Þetta er góða punktur, sko. Ok. Næsta atriði er, ég ólst upp í Kópavogi fyrstu ára æðminnar. Okay. Þetta er lindamál sem móður mín gaf upp daginn. Garbaði einhverjum miklu? Já, þetta var mjög sláandi því ég vissi að ég hefði búið að þessi Kópavogi. Fólk var ekki svona mikið að tala um þetta en síðan var svona að byrja að skjóta á mig og ég er alltaf svona eitthvað að skjóta á Kópavogin. En ég get til dæmis sagt það og verið mjög sáttur við það. Það er að þetta var í Háká-hverjun. Bara svo það sé öllu ljóst, sko. En ertu fættur í Kópavogi? Nei, ég er nú bara fættur í Landspítalanum Reykjavík. Jú, síðan fer ég bara á Kópavogin þegar það er búið, sko. Ég skil. Þegar ég komin út og... Það er að taka þín fyrstu spor? Já, það er þannig, sko. Þarna með ég og skeit, sko. En leðu ég var hættur að míga og skýta, þá var bara, já, nú getum við flutt eitthvað fínt. Ertu hættuð því sem sagt? Já, nú getum við, ég gerir það ekki í brækunar allan lengur. Og þá sagði móður mín, já, nú getum við flutt eitthvað fínt. Nú erum við búin að skýta nóg á Kópavogin. Já. Og hvað er annað? Ég seldi einu sinni Landa. Varstu Landasali? Já, það var hræðileg mánugur, sko. Ég var alveg bara að drekka þetta sjálfur. Var það til að fjármagna í neyslu? Já, það var örugglega meira svoleiðis, sko. Já. Menn hefur gaman að því og þá var Landin rosalega fínt, sko. Og ég myndi segja að það Fanta Lemon, mástu þið að koma aftur á markaðin bara núna? Já. Það var í hruninu, sko. Þegar menn voru svolítið mikið að blanda, sko, Landa og Fanta Lemon saman. Hvað varst að selja lítirinn af Landa á? Hann hefur verið svona 1500 kall. Ég veit ekki, það kannski veit eitthvað hlustandi hvað verðið er á Landa núna, líters Landa, sko. Já, hann hendaði inn á Twitterinn. Já, þetta var bara fínt, sko. Já. Landi, sko. Ég held að, þú veist, af öllu áfengi. Þú veist ekki að brugga hann sjálfur? Nei. En ég bruggaði fyrsta Landan samt, sko, því ég var 13-14 ára, sko. Landasali. Já, þá var ég bara aðstofa vinn minn, sko. Það var mjög fínt, sko. Varstu að horfa á Friends á þessum tíma sem varstu að brugga að selja Landa? Nei, það var ekki komið, sko. Er það? Ég held að það ekki verið komið. Hvað árið ertu fæddur? 76. 76, já, saman mæg og systir. Já. Ok, seldi Landa, horfur á Friends. Já. Ólst upp í Kópavogi. Og ég er í alvörun ekki eins hrokafullur og fólk heldur, sko. Ég er hérna. Ertu það? Takk. Ok, þannig að þú heldur að fólk haldur sér mjög hrókafullur? Já, fólk heldur það, sko. Já. Það heldur að ég sé alveg, sko. Já, ég sé algjörð gerpi, sko. Þú ert nú ekki hrókafullur. Nei, þú veit, ég er náttúrulega að reyna að vera eins mikið gerpi og ég get. Ég hef náttúrulega farið með þér. Þú leikur að því að vera svona, þú hefur gaman að fara í taugarnar á fólki. Já, ég hef það. Það er margir sem komið til mér og segja, þú veist, af hverju gerur þetta? En ég hef gaman að því, þú veist, þú vilt ekkit vera gæinn sem allir hafa gaman af, sko. Það er einhvern veginn, þú veist, ég hef farið til dæmis með þér á skemmtistað. Þú veist, ég myndi ekki vilja skipta við þig, sko. Þessi fólk er eitthvað bara, hei, hvað er að frétta? Og þú ert eitthvað bara, já, bara, þú veist, við erum eitthvað næs við eitthvað fólk sem að þekkir. Til hvers? Til hvers? Ég er bara svo þakklátt að vera að nenn að hlusta eða horfa á það sem þú ert að gera. Já, en þá getur þú bara komið og sagt, hei, gott hjá þér. Ef það kemur og talaði mig á þriðjudegi í Kringlunni, þá er ég alveg til í þetta, sko. Þá er ég alveg til í að segja að það kemur einhver á þriðjudegi til mín í Kringlunni og segir, ég ætla nú bara að láta þetta, ég hlusta nú alltaf á þáttið þinn og hann er frábær. Þá er ég til í, sko, bara vinnur, og ég kann að meta það og það er virðingavert. En eitthvað fólk sem er pissfullt eitthvað að bötta. Já, segja samt, 90% af fólki sem kemur til manns og er að tala við mann, það er oftast bara ríkalega nett lið. En 10% eru bara svo öfgafull og... Já, ég segja sé alveg 95%, sko. Þú hefur þetta ekki, sko, þú veist. Það var kannski einn maður sem ég vilja detta í það með það, Sveppi Krull, sko. Hann er nú einhver skemmtilegasti maður í klassi sem ég hef kynnt. Hann er, já, við skulum bara sleppa að ræða það hér. Ok. Hann er það, sko. Já, hann er aðeinslu.
Sko, það eru til moment í Fríka úti þegar við vorum þar sem er bara, ég mun aldrei sem er ekki myndar. Já, til dæmis einu sinni það stóð bara Pétur Jóhann og var að stúdera bara Sveppa allsbera. Þegar hann finnst svo fyndi að Sveppi, þegar Pétur vil meina að baki og Sveppa, hann veit ekki hvað rassinn á honum endar og baki byrja. Ok, voruð þið bara með það á vélinni, bara að tjekka þessu? Já, bara ekkert kveikt á neittni vel, þannig vorum við bara að hafa gósi. Já, þið voru bara allsbyrjir á hótelherbyggja eitthvað. Þetta nú, að taka upp barnaefni í útlöndum. 70 mínútur var ekki barnaefni, þá var krakkar orður kannski. En þú átt einu eftir. Já, einu eftir, það er, það er þegar Gilsneggjar, þetta er náttúrulega svo mikil sko uppöndunina. Það er þegar Egill Einarsson lendir í vandræðum, þá hringir hann yfirleitt alltaf fyrst í mig. Já, það er eitthvað sem ég held að margir vita ekki. En þið líka tengist í gegnum fjölskyldu? Já, við gerum það sko. Já, það er við gerum það sko. Já, þið farið mikið að djama saman? Nei, við gerum það ekki sko. Það sé nú alveg haldið til haga sko. Þá er ég hef reynt að hala þennan mann upp. Já. Ég hef tekið það að mér ásand máur hans hefur líka svolítið verið í því sko. Já. Þú veist, eftir að foreldrarnir héldu bara, hann er þetta gamall, núna verðum við að sleppa honum beislinu og því hann er fullorðinn maður. Já, hann er fullorðinn maður. En hann er seinþroska meindæfur, sko. Hann er Egill. Já, og það er svona þurfti kannski að ala hann upp aðeins lengur, sko. En þú varst að tala um að Sveppi væri sennilega á listanum hjá þér eða þú mætti djama með ykkur þreim. Myndur þú setja Egill á þann lista? Nei, ég myndi ekki gera það, sko. Ég get ekki, þú veist, hann er með dansar, sko. Hann er alveg þessi típa. Jú, hann er alveg svona stendur áttu sér og er eitthvað svona að hreyfa sig sko. Það gengur ekki sko. Eða þú ert á Nýt Dönsk með Sveppa og dansar hann? Já, og Rolling Stones tónleikum, það er líklega fyndnasta sem ég sé á æfinni, það er sko Rolling Stones tribute-tónleikar og æstasti maðurinn á svæðinu er Sverrir Þór Sverrisson sko. Það er hár rétt. Ég með þess að fara tvisvar með honum á svona tónleikar. Já, það er líka legend tónleikar sko. Já, Bjössi sko í mínus er eitt svo svalasti sem ég séð á sviði sko. Já, hann er það. Og hann meiri sér svalur bak við trommusett sko. Já, þá voru við konum með 5 hluti sem við vissum ekki Þorkell Mána. Hann er búinn að horfa á alla Friends-þættina oftar en einu sinni. Hann er ekki hrokafullur Gils, hringir í hann þegar hann er í ruglinu. Hann er uppalinn í Kópavogi og... Nei, við skulum hafa, þetta er ekki nema sko 3 ár sko. Bara við skulum alveg hafa það sko. Kópavogur skemmdi mig ekki, bara svo það séu öllum að ljóst. Kópavogur er engan skemmt. Nei, það er Justin Bieber. Nei, þú veist, þetta grínast það. As long as you love me. Hver er tónlistastjóri á Sörristöð? Hvernig vil þetta? Það er Heiðar Austmann. Hvaðan er Heiðar Austmann? Úr fokkið Kópavogur. Hlustaði núna, kemur ógeðslega flottur partur. Þetta er bara fyrir þig, manni. You're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you. Now we on top of the world, cause that's just how we do. Used to tell me sky's the limit, now the sky's our point of view. Man, we stepping out like whoa, oh God. Cameras point and shoot, ask me what's my best side. I stand back and point at you. 3 mínútur og 40 sekúndur. Hann kveikar ekki Bieberinn. Ég er sem að fara í Ellingsen og eftir. Jafnvel kaupa mér eitt kaðal. Hvað finnst þér að hann ásand sko alveg, maður þarf ekki að spila sér fyrir einhver töffara. Justin Bieber á alveg 2-3 ágætis. Já, þú sko, menn verða eitt með Justin Bieber sko. Það er alveg mikið tísko að drullu Justin Bieber. Menn verða átt að sjá því að Justin Bieber, hann er sko self-made sko. Hann var ekki búinn til í einhverju verksmiði sko. Eins og til dæmis Rihanna sko. Bara til að hafa það á hreinu. Okay. Og fleiri þessi popparar hana. Þú veist, hann á miklu meiri virðingu skilið heldur fölta þessu lið sko. Já, en þú fílar ekki tónlistin hans? Nei, ég ger það ekki. Þetta er náttúrulega drep fucking leiðilegt sko. Hann er ekki alveg með þetta sko. Bieber? Ja, þú veist, það er að segja að þetta er bara leiðilegt. Þú veist, hvernig er hlut, til dæmis þessi strákur er 19 ára gamall og hann er að syngja um eitthvað, þú veist, say that you love me, hvað, þú veist, hvað það... Já, nákvæmlega svo að hann er 19 ára, það er ekki eins og hann sé þertur að byrja allum að elska sig, sko. Já, en þú veist, það væri trúverðut, þú veist, hvað heldur þessi krakki, sko... Hvað á 19 ára gauður að syngja um? 16 ára strákur, hann á náttúrulega verið að syngja um það bara að hann sé búin að vera fikta við kannabis og... Nei, mánitt er réttum og sé bara að vera bara og sé að svo á stelpum sem segja hann sem er lítið tippi, sko. Það er svo hallarslega þessi eitulega dyrkun maður og það var eitthvað að syngja hann sé að prófa gras og eitthvað bara... Nei, ég er einmitt sammálaður í því, það er mjög hallarslegt, sko, og mjög vinsælt, það er náttúrulega 1 af hverjum 5 lögum núna í heiminum, þau verða vinsælt út af því að fjalla um eitulega áfengi, sko. En hvað er 19 ára strákar að gera? Hvað, þú veist, hann er ekki nógu froskar. Já, ég er að segja það, þú veist, af hverju hann ekki semjuð það, sko. Þú veist, þú keftir hennar Hyundai Coupe, sko, þú veist,
hvað bara, þú veist, svektur þegar pappiðin kerði hann í lagið eða mammaðin, þú veist, og varst bara eitthvað, hvað rugl er þetta? Eða þú hélst þetta væri, við skulum ára döðu þessi bíl komið fóð, þú veist bara, geðveikur sportbíl sem ég er búinn að fá og síðan kerður þú til Reykjavíkur og fattar bara Reykjavík og finnst þetta ekki cool. Fjölskyldan mín gráð bað mig að kaupa ekki hennar bíl, skulum á reyna það, því að hann var keyptur á 100% láni og það voru allir búin að ráðleggja mér að gera það ekki. Og sérstaklega amma mín sem skrifaði nú svo undir fyrir mig. Já, hún gerði það, hún færði það einn, sko. Já, svo. En ég er að segja, þú veist, svona skita, þú veist, auðvitað fólk að syngja það, sko. Þú veist, og ég er ekki að segja hann sé að dásama, sko, kannabisheldur, en þú veist, ég fekk mér í fötu og síðan ældi ég í viku, sko, og skeit í mig, sko. Þú veist, þetta er eitthvað sem 18-19 og krakka lendi í, sko. Þau eru ekki að lendi í einhverju svona. Hvaða ég lendi aldrei í því, ég hef aldrei snert svona viðbjöð. En varst þú í svona ástasorg þegar þú varst 19 ára gamall? Skulum fá auglýsingar. 16 ára, varstu þá alveg bara 16 ára að lenda. Þetta er ekki trúverðt. Kannski einu sinni, einhverjum bæði mér, 18 ára, 19 ára eitthvað. En ekkert eitthvað. Já, síðan núna, þegar þú hugsaður út í þetta dag, þú veist, ég sé bara svipuna, þú fær svona kjánafróll. Já, viðbjöð. Þú veist bara alveg, shit, maður, hvað er það kjánalög? Nákvæmlega. Þessi lög mér líður þannig, sko. Já. Þegar ég hlusta á svona einhvern krakka, mér að syngja með eitthvað svona kjaftaði, sko. As long as you love me. Við ætlum að fá auglýsingar, svo er það hraðaspurningar og karaokeið. Þegar verður ykkar höndum hvað við syngjum. Og ég er orðinn spenntur. FM 957 og Stöð 3 bjóða þér notalegri kvöldstundir í sófanum heima í vetur. Komdu inn á heimasíðu FM957.is og taktu þátt í laufléttum leik þar sem velunin eru ekki af verri endanum. Áskrift að Stöð 3, Krakkastöðinni og tónlist.is út árið 2013. Pizzuveisla fyrir alla fjölskylduna frá Dominos og kassi af Coca-Cola. Í október drögum út nokkra heppna sem næla sér í þennan glæsilega pakka. Eigðu notalegri kvöldstundir í vetur með FM 957 og Stöð 3. Goes for goal! Sena og geimstöðin kynna. Íslandsmótið í FIFA 14 hefst 14. október. Frábæri vinningar í boði. iPhone 5C frá Easy-mannum og peningavellun. Skráning á miði.is. Nýjar úlpur á frábæru verði í Jack & Jones. Þú finnur réttu úlpuna hjá okkur. Jack & Jones, Smáralind og Kringlunni. Taktu þátt í Coke Zero League 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta er einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hvers skipti fer nafnið þitt í pottinn. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Stóri dagurinn nálgast. Fáðu þér miða á hhi.is. Dregið 10. október. Happdrætti Háskólans. Vænlegast til vinnings. Fabrikuborgarar, fabrikusósurnar, grísarifin, fabrikuísinn, skýrtertafabrikunar og gulrótarkakan. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. Ég vil minna á áheyrnarpröfurnar í Ísland Gott Talent því að þær eru á leiðin til Reykjavíkur helgina og nú er að gera fyrir fólkina á höfuðborgarsvæðinu að skella sér laugardag og sunnudag hér í höfuðborginni. En já, talandi það, Máni, hvað myndir þú gera til skráði í Gott Talent? Ég myndi, til dæmis, ég er ekki með neitt, sko, það er sem málið er, sko, fólk til dæmis heldur stundum að ég sé fyndinn, kannski, en ég til dæmis er aldrei fyndinn nema að sjá kostnað einhvers annars fólk, sko, og það er ekki fyndni, sko. Nei, það er það bara ískipni, kannski. Þú veist, það er ekki fyndni að vera, sko, hrókavöllur, sko. En kanntu að syngja? Nei, það kann ég ekki, sko. Ég geti verið góður. Var í karaoke? Ég held að ég sé ágætur að bladra endalaust, sko. Já, en það myndi ekki fara langt í svona keppni, held ég. Halda ræður. Svona eins og, þú veist, einhver góður ræðmaður. Varst í Morfís og svona? Nei, ég fekk ekki að taka þátt maður. Já, ok. Ég var langbesti ræðmaður, sko, en það var Ingalind og Áslaug þegar maður bara eitthvað illa um það leiði mér ekki að vera með. Svo fegst það ekki að vera? Nei, ég fekk ekki að vera, sko, ég er ekki að ljúga þessu, sko. Nei, ég trúi, en ég ætla að opna fyrir síman 511-0957 því að við ætlum að velja hér karaoke-lög
Við Pétur Jón Sigfússon keppum oftast í karaoke á miðvikudögum, en það eru ég og Þorkell Máni og ég er að spáði líka að fara bara í karaoke til þess að heyra Mána syngja, en eins og alltaf þá er það í ykkar höndum, kæru hlustundur, þannig að endilega hringi 511-0957 og segja okkur hvaða lög þið vilja heyra í karaokeinu í dag. Er eitthvað svona, Máni, ef þú ættir óskalag sjálfur, hvaða lag myndir þú taka ef þú myndir labbin á karaoke bar? Orion með Metallica. Heldur það sé til? Já. Ok, við skulum samt sjá hvað hlustendur segja. FM, góðan daginn. Halló. Ég vildi taka Nickelback. Nickelback, ég vil taka Nickelback. Getur hann sungið Burn með Ellie Goulding? Getur þú sungið Burn með Ellie Goulding, mann? Ég bara, þú veist, ég verð bara að segja að ég hef aldrei heyrt Ellie Goulding, þú veist, hvað er það? Það er þetta fínt lag, ég skal aldrei vita ég taki það bara. Ok. Settu það hérna á blaðan, takk hjá að ringja. Ég vil syngja Nickelback eða Creed, eitthvað svona alvöru stöf. Creed er þetta rosalegt. With arms wide open. Já, þú veist, það er alvöru stöf, sko. FM, góðan daginn. Lordi Royals. Lordi Royals, það er komið á blað hérna líka. Þú veist reynda hvað lag það er. Já, ég veit hvað lag það er. Það er einmitt eitthvað sem við vorum að spila, erum búin að spila núna í hálft ár og ég var að heyra það væri núna að gera gott mót hérna bara. Sé nýjasta lagið hérna á FM 957. Takk fyrir að ringja. Ok, þið eru búin að spila í hálft ár. Þið eru ekkert smá snöggir að spotta talentnar. FM, góðan daginn. Já, ég var til að heyra ykkur syngja Starman með David Bowie. Hanna þekki, nú erum við flottan tónlistarleik. Já. Það er líka eitthvað sem að Máni ætti að kunna. Já. Heldur hann sé góður söngvari? Ég bara hef ekki heyrt hann syngja, það gæti alveg verið. Ég held að enginn heyrt hann syngja, þess vegna er ég spenntur við karaoke. Ég held að þetta sé ekki sniðu hugmynd hér, sko. Þú ættir að vera með Orion með Metallica bara. Já. Takk fyrir að ringja. Já. Ok, sko, það er aldrei að vita en ég leiði þig bara að velja manni. Ég ætla að opna hérna fyrir tökum 2 í viðbót FM. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað væri þú til að heyra? Ég væri til að heyra Mána vinn minni syngja Ég og Líf. Ég og Líf, já það er nú frekar öðuldu texti, sko. Er það ekki hérna lagið með honum Högna í Hjaltaleginu? Jú. En við eigum bara hérna ekki íslensk lög því miður. Við eigum ekki íslensk lög, hvað mennur? Við tökum þetta karaoke-tæki sem er erlend. Erum við með erlend karaoke-tæki í FM-stúdíu? Þetta er bara eitthvað í YouTube. Hvað rugglar þetta? Hvað budget er hérna á FM? En Olsen bræður. Olsen, já, það er þetta svona mál. Fly on the wings of love. En hvað með Nickelback, maður? Já, eða Creed. Arms wide open. Já, við Arms wide open. Það er geðveikt lag, sko. Ég væri til að heyra það. Já. Ok, ég ger Mána það. Þorkell Máni, Pétursson dundra því niður, maður. Þetta er bara komið, hann tekur við Arms wide open. Takk fyrir þetta. Þá við skulum bara loka Símon og fara að undirbúa karaoke, fáum eitt lag á meðan. En svo er það karaoke-keppnin og já, ég þarf að velja hérna á milli Burn, Lordi eða Starman. En Máni fær við Arms wide open. Þetta er að nýjasta frá Bruno Mars, Gorilla. Veit ekki rödd svona á svipum úr þessi lög hans. En flott einhverja síður. Já, ég ætla bara dást að síja. Nú erum við búin að vera hérna í þessum útastætti núna í 90 mínútur sem er heill fótboltaleikur og við erum ekki búin að spila eitt lag sem er þolanlegt. Nú, Eminem, No Love. Já, það var á mörkunum. Það var með eitthvað... Með honum aðna, hvað heitir það, No Love gæðan? Hvað heitir hann aftur? Hathaway. Hathaway? Já. Já, það var ekki alveg málið, sko. M&M á fullt af góðum lögum, sko. Alltaf að fara rakka niður Hathaway á minnivakt. Já, hann er ekki alveg með. Þú fílaði líka hérna áðan frá Waiting All Night með Rudimental. Þú spurði mig sérstaklega hverju er þetta? Ég spurði hverju þetta er. Það þýðir ekki að segja að þetta er gott stöf. Það þýðir fannst það gott. Ég ætla ekki að kveita undir þetta, sko. Svo fegstu líka Selínu Gómez hann í byrjun þáttar? Já, það var hræðilegt. Það var ekki á minn kostnað, sko. En það er karaoke hér rétt og eftir en áður fyrir mig karaoke, þá ætla ég að henda þér í hraðaspurningar, Máni. Þú er ekki fengið þær hér í þessum þætti. Þannig að það er að gera að fræðast aðeins meira kallinn og ertu tilbúin? Þetta er mjög létt, þú bara svaraði fyrsta sem þetta eftir í huga. Okay. Ekki hægt að svara rétt og ekki hægt að svara rangt. Nú, ok, þá er ég að fara að vinna þessu spurningi. Já, þú vinnur hann alltaf, sko. Þetta er bara svona til að kynnast aðeins betur. Tilbúin? 1, 2 og besti matur í heimi? Víetnamska matur. Uppáhaldsdrykkur? Ætli ég verið ekki að segja kók. Besta hljómsveit í heimi? Sigur Rós. Besta bíómynd allra tíma? Shit. Besta bíómynd allra tíma? Þetta er... Hvað kom í hugan? Það kom í hugan hérna... Svo leðileg mynd að ég ákvað að sleppa. Hvað mynd var það? Það var Shawshank Redemption, sem er ekkert leðileg mynd, sem er alveg góð mynd, sko, en það var ég var svona að hugsa mynd sem ég horfi oftast á. Hellboy.
Helpa, jésús. Uppáhalds íþróttalið? Stjarnan og Leeds. Uppáhalds nammi? Það myndi vera Hraunbitar. Hefurðu lent í slagsmálum? Já. Manstu? Nei. Hvað drakstu þegar þú varst á djamminu á sínum tíma? Landa. Besti skyndibitinn? Besti skyndibitinn er líklega saffran bara. Hvað kveikir í þér? Þetta er allt og erfið spurning. Hvað kveikir í mér? Það er líklega bara eldur og bensín aðalega sko. Fallegasta kona fyrir utan maka? Fallegasta kona fyrir utan maka er klálega sýsti mín. Æ, dreftunni ekki maður. Þetta sýst, og banna að segja sýsti þín og banna að segja mamma þín. Banna að segja sýsti mín og mamma mín. Já, þá svo ég veit að það sé mjög hugulegt. Hver er fallegasta kona fyrir utan maka? Bara hvað kemur í hugan, hvað fórstu að hugsa sýsti þín að vera í talað um? Já, ég var hérna, mér finnst allar konur fallegar. Æ, má ég. Allar konur eru fallegar. Já. Já, ég veit ekki, þetta er of erfið spurning, sko. Ég bara get ekki sagt, mér dettur enginn í hug. Hver er eitthvað fallega í útlöndum? Það er bara hellingur að liði. Já, byttu nú við. Nóg til. Já. En ok, þú ert búin að eyðileggja spurningu hvort það. Já, ég held að þetta sé spurning sjónit. Mér dettur ekki til hug. Ég hef bara ekki svona minni að muni eitthvað svona kjaftaði, sko. Uppáhalds sjónvarpsþættir? Uppáhalds sjónvarpsþættir þess stundina eru... Ég er að horfa á frábæra sjónvarpsþætti sem heita Lost. Hvað er það? Ertu í alveg að horfa það núna? Já, ég er aðeins eftir á, sko. Ég hef ekki mikið verið að fylgjast með þessu horfið. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvað dýrir eru valinu? Þetta eru ógeðsfelld spurninga en ég verð að segja pandabjörn. Hvað setur á pizzuna þarna? Ég set pepperoni og jalapenos og stundur lauk ef ég er í sjálflega góðskapi. Og ég er ekki að fara að hitta neitt og fæði mig lauk. Já, og uppáhaldslið í ensku, það ég held að viti þannig flestir. Það vita það allir, sko. Uppáhalds íþróttamaður allra tíma? Uppáhalds íþróttamaður allra tíma er líklega David Batty. David Batty, ef þú mættir hitta hvern sem er í heiminum, hvern myndir þú vilja hitta? Nelson Mandela. Hanna, á er það komið og... Já, það var Leeds og Stjarnan, maður vissi það, uppáhaldsmatur, hvað sagði? Já, ég var náttúrulega að segja, ég er náttúrulega líka held smá með Keflavík núna, sko. Ég er náttúrulega vonað þeim gangi rosalega vel. Já, þú hættu þar? Já, allavega svona smá í bili. Já. Bíómyndin, þú varst í Tom and Johnny þar? Já, ég var í Tom and Johnny, sko. Mér finnst Hellboy til dæmis frábær. Hún er ekkert besta bíómynd. Sko, af öllum ofurstjörnu, hvað heitir þetta? Ofurhetjum. Þá er þetta langsvalast ofurhetjum. Spáði, herðu, það var í gær. Hugleikur Dagsson var með pubquiz á Bravo teiknimyndasögur. Tobey Maguire, Spiderman, labbaði óvænt inn í bjór á Bravo. Hefði þetta gæst í Bandaríkjunum? Nei, menn hefðu tapað sér að inni, sko. Bara sjálfur Spiderman mætti bara. En það var ekki tengdur þessi eða neitt, hann hefði bara að fá sér bjór. Bara álpaðist hann inn. Gæinn sem lék Ron Perlman sem leikur með Hellboy. Þú veist það, hann var Hann er í Sons of Anarchy og... Já, algjörðafari, hann er myndið til líka. Hann þegar hann var 1. apríl á Íslandi, þá ákveðu menn að vera með platt og segja að gæinn sem lék í Hellboy myndi koma á árita, sko, diska og gefa bíó með það. Og hann mætti bara. Já, ok. Það finnst mér ljónhart. Já, það er enda mjög gott. Það er ljónhart, sko. En það er komið að auglýsingum, svo er karaoke-keppnin hér í lokin og Máni er búinn að velja lag, hann er að fara að taka Creed with Arms Wide Open. Ég er svona ennþá að reyna að finna mitt. Mystery og Sena kynna Málmhaus. Ný íslensk kvikmynd eftir Ragnar Bragason með Þorbjörgu Helgu Þorgilsdóttur, Ingvari Sigurðssyni og Halldóru Geirharðsdóttur í aðalhlutverkum. Frumsýnd land allt 11. október. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Segjum tilbumannum stríð á hendur. Með ljúffengri blöndu af vítamínum, steinefnum og söltum. Be OK. Ávallt síðasti sopinn. Áheyrnarprufunum fyrir Íslands gott talent lýkur í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti á laugardag og sunnudag. Við leitum að fólki á öllum aldri, einstaklingum, pörum og hópum sem hafa einstaka hæfileika til að syngja, dansa, sína töfrabröð eða annað sem heilla þjóðina. Siguratriði hlýtur 10 milljónir króna í verðlaun. Nánar upplýsingar og skráning inn á stöð2.is/talent. FM 95 Blö á FM 957. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö.
Down, We're Going Home, sem akkurat það sem við Máni munum gera eftir 20 mínútur, en við erum ekki farnir enn. Þið erum að hlusta hér á FM 95 Blö, Höfum Blöndal og Þorkell Máni með ykkur þennan miðvikudaginn. Pétur Jón Sigfússon komst ekki í dag, en Máni var svo almennilegur að hoppa hérna yfir frá Axinu, yfir á FM 957, og hann sér ekki eftir því að nú komið að karaoke, sem alltaf á miðvikudum, og stóðabinn að lenda á miðvikudegi, Máni. Já, ég hefði til dæmis vitað þetta, það var einn hérna hnakkin hérna frammi sem bent á þetta eitthvað, bara er ekki karaoke og eitthvað. Og þá náttúrulega var runna á með tværgrímur. Ég held að þetta væri nú eitthvað svona, ég vissi ekki að væri með svona undirbúin þátt, sko. Við erum ekki í þessu hjá okkur, sko. Nei, Við erum ekki að skrifa niður eitthvað, um einhverja dagskrá og eitthvað bull, sko. Hér er allt tilbúið, sko. Hérna er farið eftir stundarskrá. Já, við erum ekki í því, sko. En við erum búin að velja lögin og þið þekkið þetta, kæri hlustendur. Ég líka hendi bara í karaoke sérstaklega því að ég vil heyra þið syngja, Máni. Já, ég syng til dæmis aldrei, sko. Nei, ekki eins og heimi á mér. Ég er hræðilegur söngvari, en ég er að gera þetta fyrir gott málefni. Já, það er rétt. Og hérna, það er auka hlustun á FM 957. Og ég að fara að byrja, þú ert að fara að byrja. Hvort viltu? Já, ég held að þú byrjir, sko. Ég þarf aðeins að venja mig við þetta, sko. Ok, ég reyndar að fara í algjörnum viðbjóð. Ég er að fara hérna í Royals með Lord, en ég kann lagið ekki nóg vel. Þannig að þetta getur orðið vesen, en þið þekkið reglur, kæru hlustendur, við syngjum hérna báðir í 90 sekundur, svo ringið þið í 511-0957, fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Og ég byrja þetta sem sagt. Já, þú ert að fara að byrja þetta. Ok, tökum á þessu hérna. Sjáum hvað getur þú. Já, þetta er alveg skemmtilegt. I've never seen diamond in the flesh. Nei, það var ekki strax. Ok. I've never seen diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in the torn up town. No postcode envy, but every song's like old teeth, Grey Goose tripping in the bathroom, bloodstained ballroom, stressing the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like Bristol, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, island, tigers gonna goldies, we don't care. We ain't caught up in our love affair, but we'll never be royals. It's not in our blood, that kind of luck's just ain't for us. We've got a crib and get a buzz, and we'll never be rulers. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Þetta hvað var ég að gera? Jó, þetta var mjög fyrir, ég ætla nú að segja það þetta er enda það sem ég tekið í karaoke sinu. Já, en ég ætla að segja samt, þetta er í alveg skásta lagi sem er búið að spila hérna á FM síðan ég kom inn. Já, með þínum söng. Með þínum söng líka, og það segir í raun og veru allt hvað tónlistin og stöð er ekki að gera gott mót. En það er komið að þér, Máni, og það er ástæðan fyrir karaokein í dag. Það er ástæðan fyrir. Já, ég ætla að hoppa yfir það. Já, hún syngur hér. Hérna er karaoke græjan, maður. Já, ok, karaoke græjan, maður. Og hvað er textin líka og allt það? Já, það er nefnilega, þú færði textan á, sko. Það var óþægilega með karaoke-lagi mitt, það er það nýtt, sko, að ég fekk ekki svona bolta sem skoppaði til að sína mig hvað ég átt að syngja. En hérna, þú færði þetta allt tilbúið. Þetta er lagi sem þú ert að fara að syngja, Manni. Þetta er lag sem ég var með alltaf þegar ég var að rúnda 18 ára á Kúbinum. Já, á Kúbinum. Já, það kemur ekki óvart. Tónlistarmæður á Söðakrúki, hann hefur alltaf verið mjög sérstakur. Hann er mjög góður. Býtu, ég horfi í segja hérna tölvu það. Herðu, þá já, sko, þetta, ef ég var alveg reynskilin manni, bæði lögin skelvileg í dag. Herri, býtu, hvað meinar? Mér veist ég nú að vera bara nokkuð góður. Já, svei mig það að þú varst ekki betur en ég. Við skulum sjá hvað hlustendur segja. FM, góðan daginn. Góðan daginn, það er Garðabærinn. Það er Garðabærinn. Ég er reynd að býja í Garðabæri, þannig að þú eru að vera aðeins nánari. Það er Máni. Það er Máni, ok. Grunaði það. Takk fyrir að ringja. Já, takk. Ok, og við sjáum næsta. FM, góðan daginn. Ég verði alveg að segja X-ið, sko, hann Máni. Það er Máni. Þetta er bara... veitir. Já. En þú var að gera mig greið að hætta að slökka alltaf öllu lögu sem þið finnst það leiðileg, eins og Martin Garrix og öllu þessu. Þetta eru drullu góðu lög. Martin, ég hef aldrei slökkt á neinu lagi. Jú, slökktur að þú sagði við Írland og hvað Hornbjörn er þetta og... Já, ok, þarna teknólagi. Líka Major Lazer-lagið þarna og alltaf, slökktur á því líka, sko. Ok, ég skal hætta þig, sorry. Það er 2-0 fyrir Mána. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hvor fannst þér skári?
Máni. Já, veit það, þetta var... Er þetta ekki búið núna? Rústa ég þessi. Takk fyrir að ringja. Ok, lagið sem ég tók, ég gæti ekki sungið það. Þetta var bara dött frá byrjun. En skásta lagið sem við spilaði þættinum í dag. Hvað ertu með núna næst áfram? Það mun breytast ég núna mánuð því að það er komið að lagið á leiðinni heim. Lagið á leiðinni heim? Já. Það er því að við séum búin í þetta núna? Nei, herðu, lagið á leiðinni heim er ekki... Nei, það er fyrst eitt lag, svo er það lagið á leiðinni heim. Ná, ok. En þú átt þetta... Þannig að það er eitt gott eða lélt, ja? Þetta er bæði lagið sem er á leiðinni heim og þetta er gott. Þetta er ekki lagið á leiðinni heim, en þetta er gott lag. Þetta er botlega með þið eru frábær. Já, Coldplay útgáfana, botlegulegin. Það er nú gaman að botlega sem spilaði hér. Ég veit að þeir séu nú að hoppa í skíunum með þessu. Botlega er upp á hljómsveit? Já, frábær, virkilega flott lag í virkilega flottri auglýsingaherferð og ég er ekki bara að segja það því að þeir spónsa þáttinn, Síminn. Þetta er bara mjög flott herferð sem ég er ánægð með. Já, botlega er líka bara svo ríkalega gott band. Ég ætti að spila eitthvað meira með þeim þetta. Ég er ekki frá því að það verður rosalega sniðugt sko. Eðalband. En það við höfum aðeins eftir að fara í lagið á leiðinni heim hér í FM 95 Blö. Við Máni búin að vera með ykkur hér síðan 4 í dag og Máni, ég vil nú bara nota tækifæri og þakka fyrir að hlaupa hér í skarðið. Þetta var tímamót fyrir mig í lífinu. Ég hef núna verið í þætti á FM 97, 2 tíma. Stjórnað heilum þætti? Heilum þætti hef ég verið hérna. Þetta er magnað fyrir bara. En ég veit að vera margir sem munu hafa samband og segja að ég hef verið, ég sé ógeðslega hallarslegur af að gert það. Akkur. En ég vil bara segja við ykkur sem eru þeirri skonar að þeir eru fíbl. En þau eru ekki að hlusta hvort þau er. Nei, þau heyra þetta frá vinum sín. Já, ok. En hverjum er ekki drullu saman hvað einhverjum öðrum finnst? Það er akkurat málið, það er búið að vera virkilega gaman að hafa. Ég er alltaf búin að hafa mjög gaman að því og ég skal lofa þér því að hlustendur mínir hafa haft gaman að þið líka. Við fengum að, rýna þess betur inn í Þeir eru samt að senda mér einhverja hatuspósta fullt af einhverju fólki hérna sem ég aldrei sé áður. Eftir 957 aðdándur. Já, það er með að trúa því. En við höfum eftir að fara í lagið á leiðinni heim. Ertu tilbúin í það, Máni? Já, þú hefur oft verið með góð lög á leiðinni heim og nú treysti ég á þig að þú komið með eitthvað sem ég fíla. Svo ég labbi út hérna með góða tilfinningar. Já, sko, ég vildi ekki labba út í góðum fíling. Jú. Þetta er nefnilega lag með tónlistamanni sem er í miklu uppaldið á mér og potteitja þig líka. Og þetta er það lag sem að hressi mig eitthvað mest við. Ef ég þarf að koma mér í gírinn, þá setjum ég þetta á. Þetta er David Bowie og lagið er Modern Love. Hann er töffari. Breaking Bad eða True Blood? Send okkur SMS í 1909 eða farðu inn á 1909.is og við leggjum strax inn á þig. 1909.is þegar þig vantar smálán. 1909. Heill hellingur af B-vitaminum og söltum. Þetta þarf ekki að vera flókið. Taktu það sem skiptir máli eftir djam. Be OK. Ávallt síðasti sopinn. Ertu búin að heyra? Það er að koma. Alterna. Goes for goal! Sena og geimstöðin kynna. Íslandsmótið í FIFA 14 hefst 14. október. Frábæri vinningar í boði. iPhone 5C frá Esimannum og peningavelun. Skráning á miði.is. Í köldum októbermánuði er Stöð 2 allt sem þú þarft. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2, margvalt skemmtilegri. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Tónlistastöðin FM 957.